Ég heiti Eva Signý Berger og leikmyndahönnur í Galdrakarlinum í Ós. Það fylgjaði náttúrulega alls konar áskoranir að gera svona stóra sýningu og sem svona mikið ævintýri. Í sögunni þá gerist ótrúlega margt sem kannski svolítið flókið að gera. Fólk fljúgandi, hús fljúgandi og sagan náttúrulega byrjar bara í hversdagsleika. Og svo förum við í rosalegt ævintýri og ferðalag bara yfir regnbogann og í annað land og ævintýraland. Mér langaði náttúrulega að reyna að búa það til. Mér fannst það mikilvægt að fá svolítið mun á milli þess sem hversdagslegt og svo þess sem ævintýralegt. Mér finnst þetta stundum vera svona eins og bók sem maður les og opnar og myndin kemur svona út úr henni. Það svona hughrif sem ég fæ stundum þegar ég að horfa. Hér erum við á leikmyndaverkstæði. Það allt búið að vera fullu í langan tíma og frábært fólk að vinna. Meðal annars eru þau núna að áframvinna tré sem var smíðað fyrir Emil í Kattholti sem ég hannaði fyrir svolítið mörgum árum núna. Eitt af því sem var svona pínu flókið að finna út úr í Galdrakarlinum í Ós var Smaraðsborg og svo kastali nornarinnar. Því að Smaraðsborg á að vera stór og glæsileg og mikil og við höfum bara takmarkað pláss. Við leystum það þannig að önnur hliðin á þessum einingum Smaraðsborg og svo þegar við förum í kastala nornarinnar seinna í verkinu þá snúum við þeim við og notum hina hliðina og þá erum við komin í þennan frekar hryllilega og rörlega kastala sem á nornin vonda býr í. Það var svolítið mikið 3D-prentað. Hann Högni í props-deildinni, hann 3D-prentaði held ég 530 svona litla tígla sem eru svo límdir á ljósadeildinni, búin að setja ljós undir og svo þetta límt á. Allir á fullu og allt bara verða tilbúið og alveg eins og ég vildi hafa það, ef ekki betra. Hæ, ég svo léleg í þessu sko. Þú getur ekkert verið verri en ég áðan.